og hugsaði það að sko Guð valdi ekki einhvern, veit ekki, Georg Bjartreðsson með 5 háskólagráður og þar af sko eina í hvernig á að ala upp börn. Þetta voru foreldrar sem höfðu enga reynslu af því að ala upp börn. Og vegna þess að lífslíkur á þessum tíma voru svona, ég held að hafi verið tæplega 40% sem að náði að verða 30. Að þá giftist fólk og byrjaði að eignast börn upp úr svona 12-13 ára. Þannig að þetta er einhver 12-13 ára stelpa. Og ég veit ekki hvað Jósef var gamall, hann var örugglega eitthvað eldri. Veist, bara einhverju úlningar. Guð treystir, lífi sínu. Vitið, á þessum dögum, ungbarnadauði var mjög algengur og foreldradauði var jafn algengur. Vitið, þetta var, Guð gerðist barn og hann lét leggja sig í hendurnar á einhverjum úlningum. Guð er auðmjúkur Guð. Það segja jólin okkur. Og við hugsum þetta mannlega. Það voru menn, það voru þarna, ég veit ekki hvað kalla á spámenn eða hvað, Biblían kallar á vitringa, sem hefur rannsakað reikningarnar fyrir einhvern veginn, ég veit ekki hvernig tókst að reikna einhvern veginn út af himintunglunum, að Messías væri kominn, en hvert fóru þeir? Þeir fóru á mjög rökréttan stað að leita hennum nýfædda konung. Þeir fóru í höll, það ekki? Hvar fæðast konungar? Í höllum. Þegar Guð kom í heiminn, hvar fæddist hann? Hann fæddist ekki einu sinni í húsnæði fátækra. Hann fæddist ekki einu sinni í húsi hjá fólki. Hann fæddist í fjósi. Hann fæddist í fjárhúsi. Vitið? Þetta er svona, mann finnst þetta næstu í óþarflega mikil auðmýking. Það er bara, ok Guð, gast ekki bara fæst á fátæku heimili. Já, hann fór alla leið. Hann fór alla leið. Hann fæddist í fjósi. Og hugsið ykkur það, við vitum nú, Ísland er ekki stórt land og Ísland er fullt af smávæðum og ég ólst upp á stað þar sem það bara ein gata, svo bættist það önnur gata og ég veit alveg hvernig það er að sko, þú drekkur gos og þú bara heimahörn í stofu, þú prumpar, svo kann næsta dag er bara allir að tala um að þú sem er hrikalega niðurgang. Veitir, svona, þið viti hvernig slúðrið virkar í litlum bæjarfélögum. Getið þið ímyndað ykkur slúðrið þegar María, 12-13 ára, trúlofuð, er allt í einu komið með kúlu. Og bara byrju, fólk bara, hvað er þetta? Já, það er Guð. Getið þið ímyndað ykkur? Við hlæjum að þessu og maður lesi þetta í jólatextanum og þetta er rosalega hátíðlegt. En bara, hvernig var þetta í alvörunni? Þú ert bara ólofuð, þú ert lofuð, þú ert ógift, ófrísk og það er kraftaverk. Við vitum hvernig svona gerist, þá þarf ekkert kraftaverk til. Vitið, þannig er slúðrið. Getið þið ímyndað það að þegar Guð kom í heiminn, þá kom hann þannig að hann var með slæmt orðspor áður en hann fæddist. Hann var álitinn vera hórgetinn og í samfélagi þar sem að fólk var alveg grýtt fyrir minna. Þetta hefði ekki getað verið meiri auðmýkt en þetta, hvernig Guð valdi að koma í heiminn. Og þetta segir okkur það Guð, að Guð er auðmjúkur Guð. Og ef Guð er auðmjúkur, hver er ég að vera eitthvað hrokafullur? Hver er ég að halda að ég sé eitthvað? Ef að sá Guð sem ég þjóna er svona auðmjúkur, ég passa mig að gefa ekki færi, maður reynir svona að gefa ekki færi á slúðri sjálfan sig. Hún var alveg sama. Hann pældi ekki í því. Hann kom bara svona í heiminn. Og mér er svolítið merkilegt að þetta vers á kannski betur við á páskum, en mér langar svo að setja það í samhengi við Fílípibréfið, 2. kafla frá 5. versi, og það segir: verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafn er aðra, til þess að fyrir nafni Jesú
skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu, og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Mér finnst boðskapur jólanna vera fyrst og fremst hver Guð er. Og mér finnst það vera eitthvað sem við þurfum að læra af. Læra af Jesú. Þegar Jesú kom, hann kom ekki með látum. Það var engin trompetar, það voru englar sem birtust á himninum. En það var ekkert svona, hann fékk ekkert stórkostlega velkomnunar hátíð. Þetta var bara mjög fábrotið og auðmjúkt. Og hann krafst eða einskis. Hafið pælt í því, ég hef stundum pælt í þessu bara, ok Guð, af hverju, ef Jesús hefði komið, einhvern veginn bara á skýjum himins, og bara ég er svona Guðs, hlustið á mig, hvað er búið að gerast? Þá er svolítið búið að taka frá þér og mér þann rétt að velja hvort þið trúum honum. Er það ekki? Ef þú sérði einhvern himneskan mann koma hann á skýjum himins, þú getur ekkert efast mikið það. En hann valdi að koma á þann hátt að þú hefur alla möguleika á að hlusta ekki á hann. Þú veist, já, er þetta Jesús sem var stór fyrirburi, er þetta sá Jesús, er þetta, hann gaf þér allan séns á að hafna honum. Hann stelur ekki að þér þínum frjálsa vilja. Og mér finnst falleg lýsingin á honum í Jesaja 42. kafla. Sjá þjón minn sem ég styð, minn útvalda sem ég hef velþóknun á. Ég legg anda minn yfir hann. Hann mun færa þjóðunum réttlæti. Hann kallar ekki og hrópar ekki og lætur ekki heyra rödd sína á strætinum. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Í trúfesti kemur hann rétti á. Og hvernig lítur svona líf út? Við erum kölluð til að vera lærisveinar Jesú. Það finnst mér líka svo magnað. Jesús kom ekki heiminn eitthvað bara til að fyrirgefa syndir. Hann kom til að sýna okkur hvernig við maður lifa. Hann kom til að vera svona á að gera þetta krakkar. Orðið varð hold. Svona hlýðum við orðið Guðs. Og mér finnst að tala til mín versin í fjallræðinni, 5. kafla, frá versi 38, ef maður hugsar þetta, Guð sem kemur fram á svona auðmjúkan hátt. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki. Hafið aldrei verið bara einhvers staðar, maður gerir þetta stundum, en maður út að labba og það er einhver svona stór uppþornuð hvönn og hún er svona hálfbrotin, maður svona slæðir í hana bara. Bara klára þetta, lætur henni bara detta. Mér finnst þetta vera svona sterk tákmynd. Hann gerir þetta ekki einu sinni. Það sem er veikt og það sem er brotið, hann hlúir að því. Þó að öðrum finnst ekki taka því. Þetta er eitthvað sem er brotið. Þú getur ekki að laga þetta. Hann er ekki þannig. Og hann segir í fjallræðinni, þér hefði heyrt að sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi ykkur, rísið ekki gegn þeim sem gerir ykkur mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér 1 mílu, þá far með honum 2. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hefði heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi ykkur, elskið óvin ykkar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja ykkur. Þannig sýnið þið að þið eru börn föður ykkar á himnum, sem lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem ykkur elska, hver launið þið fyrir það? Ger ekki tollheimtumenn hið sama? Og hvað er það þó þið heilsið bræðrum ykkar og systrum einum? Þetta gera jafnvel heiðingjarnir. Verið því fullkomin, eins og faðir ykkar himneskur er fullkomin. Og það er svo margt í þessu sem að, í fyrsta lagi, Jesús segir ekki þið hefur heyrt að rita þér. Jesús er ekki að tala gegn lögmálinu. Þið hefur heyrt að sagt var. Þið hefur heyrt, ykkur hefur verið kennt. Og hann er að tala gegn ákveðinni kennslu. Auga fyrir auga og tönn fyrir tönn var aldrei boðorð. Það var aldrei boðorð í Gamla testamentinu. Ef einhver klippir að puttan, klipptu á honum puttan. Það var alls ekki þannig.
Og við kannski þekkjum þetta úr Íslendingasögunum. Hann lesa þetta bara í grunnskóla, lesa maður einhverja af Íslendingasögunum. Þá var það pínu svona sko, höfuð og bróður fyrir fingur. Og fjölskyldu fyrir móðgun. Það var mjög hörð. Það var ekkert verið eitthvað, já, við skulum reyna að hafa það jafnt hérna, þú tókst það mér halva hönd. Það var bara mjög brútal. Og þannig var það líka á dögum Jesú og í Gamla testamentinu. Og þessi regla, hún kendi, ef einhver brýtur á þér, leitaðu sátta. Ef hann neitar að greiða gjöld, ef hann neitar að sátta, þá skal gilda þessi regla, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Og hvað tryggir þessi regla? Refsingin verður aldrei meiri en brotið. Eða ekki? Þetta er svona eins sanngjarnt og það getur orðið, þannig séð. Og þá veistu líka að þegar að einhver er að leita sátta, að ef þú ekki sættist við hann, þá færðu það sama. Þetta er svona einhverjum hvatning, leitið þið sátta. Og Jesús segir, það er engin hefnisskylda. Ef einhver slær þig á hægri kinn, bjóddu einnig hina. Og ég hef alltaf verið að tala um þessi vers, en þetta er svona ákveðið menningarlegt. Þið vitið að, eða kannski ég vita ekki allir, en ef þið hættum að sé hvernig fólk í Miðausturlöndum borðar, það borðar með höndunum. Það borðar alltaf með hægri hönd. Það er ekki hægt að vera örvhentur þar held ég. Það er bara að borða með hægri hönd. Og það gerir allt með hægri hendinni. Því að vinstri höndin er óhreina höndin. Þar er ekki klósettpapír. Og þá notar við vinstri hendina. Og þú ferð ekki að borða matinn eða ef einhver slær það á hægri kinn, hvernig gerir það? Annaðhvort svona eða með óhreinu höndinni. Ef einhver slær þig með óhreinu höndinni, það er svo mikil móðgun að þú getur ekki fyrirgefið það. Ef einhver slær þig með vinstri höndinni, bjóddu honum möguleika á að sýna þér þá virðingu að slá þig líka með hægri svo að þið geti sæst. Það er ekki látið berja ykkur í klessu. Það er taktu fyrsta skrefið til að bjóða hinum að leita sátta. Þetta er svona andinn á bakvið þetta. Og við erum lærisveinar Jesú og við eigum að lifa eins og hann lifði. Og ef við leifum jólunum, ef við gleymum ekki, gleymum bara jólasveininum, gleymið kók, jólalestinni og við bara hugsaum um jólin, bara hvað gerðist á jólunum og við leifum því að tala til okkar, leifum bara auðmýkt Guðs að móta okkur. Ef við gerum það, þá getum við orðið lærisveinar Jesú Krists. Sem jafnvel, og mér finnst það bara að vera, það bara sýnir svo vel hvernig Jesús var, sýnir svo vel hvernig hann lifði og hvernig hann hugsaði, að meiri segja það sem hann hékk á krossinum. Hann gat hann beðið, Faðir, fyrirgefðu þeim, því þeir viti ekki hvað að gera. Og þeir voru ekkert eitthvað að krossfesta hann á kurteisan hátt. Þeir voru að hæðast á hann, þeir hræktu á hann, þeir fóru eins illa með hann og þeir gátu. Meiri segja þar gat hann elskað þá. Og mín bæn er, út frá öðru Korinthubréfi, að mættum bara við öll með óhjúpuða andliti að fá að líta dýr Guðs eins og hún birtist í Jesú Kristi og fá þannig að umbreytast til sömu myndar og þannig gefa Guði dýrðina. Amen.